Hvað er frumeindakenningin? Frumeindakenningin segir okkur að allt í kringum okkur er gert úr frumeindum og frumefnum. Ég er gerður úr frumeindum, taflanirnir fyrir aftan mig, loftið og milli okkar, myndavélin sem ég er að taka þetta upp á. Þetta er allt gert úr einhverju sem er gert úr frumeindum. Það er ekki hægt að eyða þessum frumeindum og það er ekki hægt að taka þær í sundur. Það er svona almenna reglan. Það er til eitthvað sem heitir kjarnorka og kjarnasamruni en það er ekki hægt undir einum svona venjulegum kringumstæðum. Frumeindir sama efnis eru eins og þau eru jafn stórar, þau eru eins í laginu, jafn þungar. Frumeindir mismunandi frumefna eru ekki eins. Þau eru misstórar, missþungar og svo framvegis. Við getum líka raðað frumeindum saman og mynda sameindir. Ég ætla að sýna ykkur hvernig það virkar. Hvað er þetta? Þetta er reyndar bara plastkúla. En hún er hvít með einu gati. Ég get notað svona plastkúlu til þess að tákna eina frumeind. Og þetta gæti til dæmis verið vetni. Það er eitt gat stýrir því pínu hvaða frumeind þetta gæti verið. Þetta gæti verið vetni. Hinn er önnur plastkúla. Þessi er rauð og hún er með tveimur götum. Þannig að þetta getur ekki táknað sama frumefni á þetta því þær eru ekki eins. Þetta gæti táknað súrefni og fjöldi gata, eins og ég sagði áðan, takmarkar hvaða frumefni þetta geta verið. Þannig að ég get tekið tvær hvítar kúlur og tengt þar saman. Þá er ég komin með vetnissameind. Ein kúla, frumeind, tvær eða fleiri saman, sameind. Og það er misjafnt hvað efni geta myndað stórar sameindir bara með einu frumefni. En hér eru bara hvítar kúlur. Þetta er þess vegna ennþá frumefni þó þetta sé sameind. Það er ekki allar sameindir sjálfkrafa orðnar að efnasambandi. Ef hins vegar ég tek þetta í sundur og tengi saman með súrefninu, þá er ég komið með efnasamband. Þessi sameind er með tveimur hvítum og einni rauðri, tvær vetnis, ein súrefnis, þetta er í raun vatnssameind. Þetta er orðið að sameind og þetta er efnasamband því að það eru tveir mismunandi litir, tveir mismunandi frumefni. Við getum notað á sama hátt og þegar við erum með efnaformúlarnar fyrir framan okkur, talið tvo stóra stafi, H2 og að þá getum við séð tveir stóri stafir efnasamband, hér eru tveir litir efnasamband. Einn litur eins og var áðan, einn litur tengt saman frumefni. Ekki efnasamband þó þetta sé sameind. Sameind, tvær kúlur eða fleiri, efnasamband, tveir litir eða fleiri. Þegar ég tengi svona saman, þá gildir alltaf svo regla, ég verð að fylla upp í öll göt og alla enda. Til þess að fá eitthvað sem gæti mögulega virkað, að þá verði ég að fylla upp í, það má ekki standa neitt út úr eða vera tóm göt neins staðar. Þó svo ég geti raða bara einhverju saman, það er ekki alltaf einhver raunveruleg efni samt sem áður.